Já, komið þið sæl. Tæknin örlítið að stríða okkur núna og því eru þessar veðurfréttir með eilítið breyttu sniði. En ég ætla að byrja á því að fá upp hér Atlantshafskortið fyrir daginn í dag. Og þá sjáum við að það gengur hér skil yfir landið í dag og var á köflum nokkuð hvasst á landinu og einnig töluverð úrkoma líka. En seinni partina þá byrjaði nú bæði að lægja og draga úr úrkomu hér syðra, en við sjáum að við erum með hæð hér yfir Norðursjó og lægð hér suðvestur í hafi og saman eru þessi kerfi að ýta hlýju lofti hér til norðurs og vissulega dregur nú úr vindi og úrkomu og ekki svo mikil úrkoma hjá okkur á morgun, en við sjáum að hitakortinu hvernig þetta hlýja loft streymir norður á bóginn og er að sjá í kortunum að næstu dagar verði svona tiltölulega mildir hjá okkur og jafnvel vel hlýir, sérstaklega þá á norðanverðu landinu. En förum aðeins yfir landshlutana og hvernig þróunin er þar til morguns og það verður suðaustlæg átt hjá okkur og hún getur verið nokkuð stíf með suðurströndinni og svona sjálfsagt strengir við fjöll annar staðar, en lítil úrkoma í þessu hvað varðar morgundaginn. Það er helst að það muni rigna í fjallendinu hér, það er að segja Reykjanesfjallgarðinum og þessum síðustu fjöllum okkar, allan að fram eftir degi. Annars staðar mun hann að hanga mestur eftir þurr, allan að fram á kvöld. Annað kvöld getur aðeins bætt í úrkomu og jafnvel svo að það gerir nú reyndar svona miðjan dag sólarglennur inn til landsins, en sæmilega hlýtt í þessu. Við sjáum hiti víða 10 til 15 stig og ef við förum síðan norður yfir heiðar þá sjáum við að það er bjartara yfir þar svona almennt séð og hiti 10 til 15 stig, en sums staðar þar sem að vindur stendur á hafi að þá minnir nú kaldur sjórinn fljótt á sig og þá til dæmis víða á ströndum og inn í Húnaflóa að þar er ekki viðbúið að hiti nái 10 stigum, en almennt séð bjart veður og vindur hægur nema það sem Hafgólanes er á strik. Og á norðausturhorninu verður jafnframt sólríkt líkt og á norðvesturhorninu og sjáum sjálfsagt hámarkshiti þetta 17-18 stig á morgun. Það er spurning eins og með Austfirði og austurströndina, þar geta ský dregið meira fyrir, allan er meiri líkur á því að verði skýjað, en ágætis veður svona heilt yfir og á suðausturhorninu að þá er útlitið að vera svona þyngra yfir og jafnvel að það muni rigna eitthvað. Það er þá helst vestast á þessu svæði, það er sér frá Klaustri og að Mýrdalsjökli, þar getur dropað eitthvað yfir daginn, en svona minni líkur að það gerir það annars staðar á svæðinu, ekki þó fyrir en annað kvöld. Og örsnögtu á næstu dagar, við sjáum að þetta er svona tiltölulega keimlík staða þá á miðvikudaginn. Það mun rigna á suður og suðausturlandi í það minnsta öðru hvoru. Úrkoman verður slitróttari og í minna magni hér vestanlands, en á norður og jafnvel á austurlandi verður bæði sólríkt og tiltölulega hlýtt. Og ef við förum síðan yfir þá á næstu daga þá sjáum við að hún heldur áfram sunnanáttin hjá okkur á fimmtudaginn og líkur á einhverju úrkomu hér sunnan á vestanlands, en bjart veður á norðausturhorninu og þar verður jafnframt hlýjast. Og síðan á föstudaginn þá er svona gera spár ráð fyrir að áttin verði eilítið austlægari. Það er helst að verði sólríkt á Norðurlandi inn til landsins og gæti það náð alveg austur á Fljótsdal hérað, en annars það verður líklega skýjað og mun rigna öðru hvoru. En það er sem sé lítur út fyrir að það verði suðaustlæg eða suðlæg átt hjá okkur næstu daga, úrkomu öðru hvoru sunnan á vestanlands, en bjart og milt veður á norður og jafnvel austurlandi líka. Verið sæl.